Góðan daginn, Stefán Hardung heiti ég og lektor í fötlunarfræði við Háskóla Íslands. Mig langar að kynna stuttlega MA-nám í fötlunarfræði fyrir ykkur og ætla að byrja á því að kannski bara benda á það sem okkur finnst mikilvægast við þetta nám. Og þetta nám ætlað þeim sem að vilja efla fræðilega þekkingu sína á fötlun og málefnum fatlaðs fólks og vil ekki mikla áherslu á fjölbreytni og það þýðir líka að nemendur hjá okkur fá möguleika til þess að sérhæfa sig á ákveðnum sviðum og allt fer þetta eftir áhuga hvers og eins. Þetta nám sem að nýtist á víðtækum vettvangi, svo sem við rannsóknir, stefnumótun, réttindagæslu, skipulagða þjónustu á vettvangi baráttusamtaka fatlaðs fólks og eru sem sagt margir á okkar útskrifaða nemendum sem að hafa farið í mjög ólíkar áttir eftir námið. Viðfangsefni námsins, það sem að við skoðum í náminu líf og aðstæður fatlaðs fólks í mjög breiðum skilningi en við leggjum áherslu á félagslegan skilning. Það að segja við skoðum fyrst og fremst menningu og umhverfi og hvernig menningarlegir og umhverfisþættir spila inn í sem sagt, mótun fötlunar, hvernig fötlun verður til í samfélaginu. Það þýðir líka að við skoðum mikið mannréttindi fatlaðs fólks og höfum áhuga á félagslegum og sögulegum viðbrögðum við fötluðu fólki, svo sem ímyndum fatlaðs fólks, hlutverkum og þátttöku þess í samfélaginu. Þetta mjög þverfaglegt nám og það þýðir líka að bæði kennarar og nemendur með ólíkan bakgrunn og nemendur koma inn í MA-námið frá félags-, hug-, mennta- og heilbrigðisvísindasviðum. Við erum mjög stolt af því að vera með sterk tengsl við innlendar og alþjóðlegar rannsóknir og þetta hjálpar okkur mjög mikið til þess að koma á framfæri nýjustu þekkingu á sviði fötlunarfræði til nemenda. Varðandi samsetningu námsins, þá mikilvægt að benda á það að við erum ekki einungis með MA-nám, heldur líka diplómanám sem 30 eininga nám eða 32 eininga ef að fólk vill leggja áherslu á opinbera stjórnsýslu og það ætlað þeim sem að vinna með eða hafa áhuga á að vinna sem sagt, að málefnum fatlaðs fólks, til dæmis á stjórnarstigi. Svo eru þó nokkrir nemendur sem að byrja í diplómanámi og halda svo áfram í MA-nám. En MA-nám 120 eininga nám, þar sem sagt, skyldunámskeið upp á 34 einingar, það aðferðafræðinámskeið, ritgerð og valnámskeið alltaf 46 einingar. Og mjög mikilvægt að benda það að fötlunarfræði hefur langa reynslu af fjarnámi og við erum mjög sem sagt, stolt af því, bjóðum upp á fjarnám og erum líka sem sagt, með mjög gott aðgengi og mikinn sveigjanleika í námi. Varðandi inntökuskilyrði þá það ekki flókið. Þeir sem að vilja komast í MA-nám þá gerum við kröfu BA, BS, BEd próf með fyrstu einkunn eða sambærilegt próf og ef fólk í vafa þá bara hvet ég til þess að hafa samband og skoða betur málið. En svo gerum við ekki kröfu fyrsta einkunn í diplómanámið og eins og ég sagði þá hægt að halda áfram eftir það ef að fólk hefur áhuga og halda áfram í MA-nám. Við erum ekki með neina fjöldatakmarkanir og ég legg áherslu á að við erum með mjög fjölbreyttan hóp nemenda sem að gerir bæði kennslu spennandi en býður líka upp á tækifæri sem sagt, upp á umræðu og að sem sagt, læra eða fá ný áhugasvið. Varðandi lokaverkefni þá bjóðum við upp á val á milli 30, 40 eða 60 eininga lokaritgerð og það fer svo eftir í hversu mikinn áhersla nemandi vill leggja á sem sagt, ritgerðina og fræðilega vinnu og það mjög mikilvægt í sem sagt, MA-nám í fötlunarfræði að ritgerð og valnámskeið séu sem sagt, framkvæmd í samræmi við áhugasvið nemanda. Og það þýðir líka að við styðjum við nemendur til þess að afmarka sem sagt, áhugasvið og velja út frá því valnámskeið. Og það sem sagt, ferli sem að við styðjum
vel við. Tækifæri að námi loknu, þau eru mjög margvísleg og auðvitað eru störfin að mennta- og þjónustukerfisins, vinna við stefnumótun, réttindagæslu og líka á vettvangi baráttusamtaka fatlaðs fólks sem við erum í mjög miklum samskiptum við og okkur finnst það mjög mikilvægt. En svo getum við hugsað okkur að fólk fari út í alls konar áttir og til dæmis getur fólk farið út í mannauðsmál, viðburðastjórnun og svo framvegis, því fatlað fólk fyrst og fremst fólk og tekur þátt á öllum sviðum lífsins og það þýðir líka að fötlunarfræði hefur hlutverk að gegna á öllum þessum sviðum. Fyrir utan það var hægt náttúrulega að halda áfram í rannsóknarstörf eftir námið og jafnvel fara í doktorsnám í fötlunarfræði. Ef þið hafið einhverjar frekari spurningar eða að velta fyrir ykkur hvort þið fáið aðgang að náminu, þá ráðlegg ég ykkur að hafa samband við kannski fyrst og fremst mig. Ég formaður námsbrautarinnar og þið sjáið þarna netfangið mitt. Og svo setti ég líka hérna inn á glæruna 2 vefsíður sem að sýna rannsóknarverkefni sem eru í gangi í fötlunarfræði bara í dag. Og þetta eru afar stór verkefni sem við erum afar stolt af og sem að sýna vel hvers konar, eða þetta dæmi hvers konar rannsóknir fötlunarfræðingar gera. Þannig að ég hvet ykkur til þess að skoða það. Og svo má auðvitað hafa samband við nemendaþjónustu félagsvísindasviðs bara í tengslum við nám almennt. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta og endilega látið okkur vita ef þið hafið áhuga á náminu.